Komið þið sæl. Ég ætla kannski bara rétt að byrja að segja einmitt frá því sem við erum að gera hjá Grid. Okkur finnst skemmtilegast að lýsa því þannig að við erum í rauninni okkur langar til þess að umbylta því hvernig bara venjulegt fólk vinnur með tölur og gögn, en það ferli byrjar í töflureiknum vegna þess að það er staðurinn þar sem venjulegt fólk vinnur með tölur og gögn í dag. Og margt meira það að segja. Ég ákvað þegar ég var beðinn að koma og tala aðlögun í COVID-faraldrinum. Það fókusa kannski svolítið á fjármögnunarferlið sem við fórum í gegnum í sumar, sem var mörguleyti mjög óvenjulegt, ekki bara fyrir okkur og ekki bara fyrir Íslendinga, heldur fyrir alla, vegna þess að það hefur enginn farið í gegnum svona ferli sem venjulega krefst töluvert mikillar nándar og mikillar persónulegra kynna fyrir en á þessu ári. Og við erum svona með kannski fyrstu fyrirtækjum til að fara í gegnum það. Ég ætla líka samt að segja nokkra svona hliðarsögur af því sem við vorum að gera bara varðandi fólkið okkar og teymið, vegna þess að það tengist óneitanlega inn í þetta. Og kannski fyrsta tengingin sú að Grid á Íslandi vegna þess að ég trúi ekki á fjarvinnu. Og það sem ég á við með því að ég bjó í Boston þegar ég ákvað að stofna Grid. Boston á öllum topp 10 listum yfir bestu staði í heiminum til að stofna sprotafyrirtæki. Ég hef ekki ennþá séð Reykjavík á neinum svoleiðis lista, þó að umhverfið sé alltaf að batna. En ástæðan fyrir því að ég ákvað að fara hingað að hér átti ég sterkt tengslanet, hér þekkti ég fullt af fólki og ég vissi í rauninni bara í axlirnar á hverjum ég gæti pikkað og ég vissi að ég gæti búið til teymi sem gæti tekist á við það sem við vorum að fara að gera. Það hefði líka verið hægt að reyna að gera það með dreifðum hætti eða reyna að gera það í Boston þar sem að tengslanetið mitt var ekki eins sterkt. En hitt sem ég trúi líka sterkt á að snemma í ferlum þegar mikil hugmyndavinna og svo framvegis, þá þarf fólk að vera á sama staðnum. Þá þarf fólk að vera í sama herberginu, það þarf að geta séð líkamstjáninguna hvert í öðru, það þarf að geta teiknað upp á töflu og svo framvegis. Og eins mikið og ég trúi á tölvur og tækni og hef alltaf gert, þá þetta einn af þeim hlutum sem verður ekki tekin í burtu. Ég held að við höfum eftir að vinna meira í fjarvinnu í framtíðinni vegna þess að við höfum séð að það hægt, en ég hef ekki nokkra trú á því að heimurinn sé að fara í þá átt að það verði yfirgnæfandi vinnukerfi. Nú það. Þetta í rauninni það sem ég ætla að segja ykkur frá. Þetta lokapunkturinn. Við tilkynntum núna fyrir rúmum mánuði, 1,5 mánuði þessa fjármögnun sem upp á $12 milljón sem sem var leidd af fjárfestingarsjóðunum NEA sem staðsettur í San Francisco og svona einn af 10-15 virtustu vísisjóðum í heiminum. Ég held að myndi rekast á hana á öllum slíkum listum. Og svo ef ég fer bara og segja ykkur svona línulega frá því sem við höfum verið að fást við, þá fyrirtækið rétt rúmlega 2 ára gamalt. Stofnað í september 2018, þá vorum við 2 sem settust niður við skrifborð í Ármúla og byrjuðum að hamra á lyklaborðið. Við fengum síðan strax til liðs við okkur nokkuð öflugan hóp af fólki sem ég hefði unnið með áður og fengum $1 milljón í fjármögnun í október það sama ár. Stækkuðum teymið þá strax í 5 manns og héldum áfram vegferðinni. Það kom snemma í ljós að við vorum á réttum tíma með þessar pælingar okkar vegna þess að það var svona einhvern veginn, heimurinn var, það voru fleiri í heiminum sem voru farnir að hugsa það að það væri kannski hægt að gera meira með töflureikna og bara svona einfaldlega með þessi svona, þessum á ensku kalla productivity tool, bara þessum við þekkjum sem Office suite-una eða Google Suite eða eitthvað svoleiðis. Google Workplace eins og það heitir síðan í gær og þar væri tækifæri til þess að gera betur og gera meira. Það var til þess að bara í svona nóvember, desember þá vorum við strax farin að fá heilmikinn áhuga frá fjárfestum á því sem við vorum að gera í að taka næstu skref og ég stóð fram með þeirri mjög óvenjulegu stöðu snemma árs 2019 að við gátum valið úr nokkrum erlendum sjóðum til þess að vinna með í næsta áfanga og nýttum það til þess að velja vel og þar kom með okkur í þetta ferðalag sjóður sem heitir Blue Yard sem staðsettur í Berlín og fengum þar $3,5 milljón til viðbótar í uppbygginguna. Það sem við erum að gera frekar þungt á tæknihliðinni, þannig að við sjáum fram á það að þurfa að fjármagna fyrirtæki töluvert mikið áður en við förum að fá umtalsverðar tekjur. Þannig að það þarf að fjármagna þetta nokkuð vel. Komum síðan alfa-útgáfu, fyrstu útgáfunni sem kom í hendur einhverja fyrir utan bara okkar eigin kreðsur, eða bara fyrir utan bara
starfsmenn fyrirtækisins í loftið í apríl, þannig að það var rétt rúma hálfu ári eftir að við byrjuðum. Lærðum heilmikið af því, vorum orðin 13 mitt ár í fyrra og komum þá út, mitt ár vorum við orðin 13 og komum síðan út beta-útgáfu fyrir bráðum ári síðan sem hefur síðan þroskast og þróast og erum svona smá saman að hleypa fleirum og fleirum inn í það. Þannig að núna lokuðum þessari fjármögnun fyrir 1,5 viku og í dag eru 20 starfsmenn hjá okkur. Við verðum 25 í byrjun næsta árs, þannig að við erum að vaxa frekar hratt og það væri alveg efni í annan fyrirlestur hvernig við erum að nálgast það að stækka svona hratt á svona stuttum tíma og hvernig við tókum það ákvörðun að gera þetta í rauninni mjög hratt og fá bara mikla í rauninni disruption á stuttum tíma frekar en að ráða hægar yfir lengri tíma en það verður bara næst. Þetta var voðalega bein og falleg lína en þetta er einu uppáhaldsmyndunum mínum, svona beinar línur sem segja einhverja sögu þær geta litið þannig út utanfrá en það sem í raun og veru gerist er eitthvað miklu flóknara. Og það er sannarlega þannig hér. Þannig að nú ætlum ég að taka tímabilið frá því byrjun þessa árs og þangað til núna og leiða ykkur svolítið í gegnum það og taka nokkrar lexíur þaðan. Í byrjun árs vorum við svona frekar smögg eins og þið sjáu þarna. Við þóttust vera með allt í höndunum sem þyrfti til þess að taka næstu skref og fara í öfluga fjármögnunarlotu, byggja fyrirtækið upp ennþá meira og koma því síðan á markað á næsta ári, á 2021. Og ástæðan fyrir því að okkur leið svona vel með þetta er að við vorum búin að setja beta-útgáfuna í loftið, við vorum að fá mjög sterka svörun þar við værum að leysa raunverulega þörf og það væri raunverulegur hópur af fólki þarna sem að þyrfti á þessari vöru að halda, væri tilbúin að borga fyrir hana og svo framvegis og við vorum líka að sjá að það var mjög mikið af fyrirtækjum sem er kannski svona í svipuðum geira eða svipuðum kreðsum sem voru að fá mjög sterka og góða fjármögnun. Þannig að við leggjum inn í árið með það. Mér finnst alltaf gaman að segja fólki frá því, síðan við vorum að undirbúa fjárfestakynningarnar og bara fjárfestingaferlið þessar fyrstu mánuði síðasta árs. Mér finnst alltaf gaman að segja fólki frá því að svona fjármögnunarferli er eins og svo margt í viðskiptum, söluferli. Maður er alltaf að selja, þegar maður sé ekki að selja vöru þá er maður að selja besta fólkinu sem maður þekkir að koma að vinna fyrir sig eða maður er að selja partnerum að verða að koma í samstarf eða maður er að selja fjárfestum að koma í samstarf og fjárfesta í fyrirtækinu. Og öll sölustarfsemi lítur nákvæmlega eins út. Þú byrjar með einhvern lista af prospektum, sumum þeirra passa eða passa ekki, varan er ekki rétt fyrir suma þeirra og sumir sína áhuga og svo framvegis og svo snýst þetta að vinna fólk áfram í gegnum einhver skref og því betur sem maður hefur skilur skrefin og er með þau skilgrein því auðveldur er að loka sölunni. Og í þessu tilfelli þá er þetta reynda þannig að í svona fjármögnunarferli þá snýst þetta nánast að ná bara að selja einum, þannig að það er ágætt, það þarf ekki að þetta er ekki söluferill þar sem það þarf að selja sem flestum úr hópnum, en á móti þá kemur það sennilega mörgum óvart að það voru 110 fjárfestingasjóðir sem voru undir, við vorum í einhverjum samskiptum við, þar af talaði ég, átti ég fund með að minnsta kosti 70 af þeim í gegnum ferilinn, mörgum þeirra oft og það voru kannski svona 12 sjóðir sem voru svona í neðsta skrefinu, þeir voru líklegir og voru annarkvort ennþá í pípunni þegar við vorum að klára þetta eða sögðu nei einhvern tímann í ferlinu. Svo miðjan mars þá var ég búinn að skipuleggja ferð til San Francisco, ætlaði að fara að hitta fjárfesta sem voru búin að sýna þessu allgóðan áhuga, búin að læna þar upp 11 fundum á einni viku. Svo reyndar fór nú að bera í því á vikuna undan að einhverju voru að færa fundin yfir á Zoom, svo þeir búin að loka skrifstofunni sinni. Þannig að ég væri þá að fara til San Francisco og hitta einhverju á fundi en tala við aðra sem eru líka í San Francisco á Zoom og það hefði svo sem verið pínu skrítið. En svo gerist þetta og landamærunum er einfaldlega lokað, þannig að það er búið að taka þessa ákvörðun fyrir mig að ég er ekkert að fara þangað. Og þarna er kannski svona pláss fyrir smá hliðarsögu. Það gekk ótrúlega vel hjá okkur að halda starfsemi fyrirtækisins gangandi. Við vorum nú þegar með náttúrulega allt í rafrænum kerfum, allt sem að raunverulegu vinnukerfin eru rafræn, en hins vegar mikið af vinnunni sjálfri var augliti til auglitis. Það hins vegar vegna þess að hópurinn var vel samstilltur og hafði unnið saman á sama stað, þá gekk rosalega vel að færa allt yfir á Zoom. Og við gerðum það þarna í einhverjar 8 vikur í vor, þá voru mjög fáir sem koma á skrifstofunni þó við lokuðum aldrei formlega skrifstofunni. Ég held hins vegar að
ástæðan fyrir því að gekk svona vel að við vorum búin að vera saman. Ég held að það sé miklu erfiðara að búa til svoleiðis dýnamík ef að fólk hefur ekki haft þann kost. Í öllu falli, þetta gerist þannig að við breytum þeirri starfsemi en við áttum okkur líka á því að þetta á eftir að hræra eitthvað upp í fjármögnunarferlinu okkar. Þannig að fundirnir, bara einn af þessum 11 fjárfestingasjóðum kansilaði fundinum, allir hinnir færðu sig yfir á Zoom. Ég færði mig bara 7 tímabelti til og var bara í vinnunni fram eftir nóttu, eða fram á nótt í þessa viku og tók alla fundina á skrifstofunni. Og fundinir fóru náttúrulega langmestu leyti ekki það að tala orðið það hvað við verum að gera og eftir hverju við verum að leita, heldur hvernig fjármögnunar umhverfið hefur breyst. Og það var einn sjóður sem var bara doom and gloom, bara heimurinn farast og við erum bara hætt, bara hætt að fjárfesta, þangað til að við vitum meira. Það er bara of mikil óvissa, þetta er ekki fyrir okkur. Hinir allir voru svona á því að heimurinn myndi nú halda áfram og voru með svona ákveðið sjónarhorn á það hvað myndi ganga vel og hvað myndi ekki ganga vel, eða hvað myndi gerast. Í fyrsta lagi myndi færri fyrirtæki fá fjármögnun, í öðru lagi myndi sennilega fjármögnunarrándin verða minni og verðlagningin á fyrirtækjunum lægri. En síðan voru ákveðin trend í því líka, til dæmis fyrirtæki sem að fara af stað núna, tökum okkur sem dæmi, það skiptir ekki öllu máli hvernig alheimshagkerfið áttur að ganga næstu 2 árin, það sem skiptir máli hvernig alheimshagkerfið verður eftir 10 ár og það þannig að það gerir það verkum að það hægt að taka ákvarðanir fjárfestir svona snemma í ferlinu, kannski út frá svipuðum forsendum og í öðru árferði. Hitt var það, eins og ég var að tala áðan, að við erum svona í einhverju speysi sem að kannski var jafnvel að njóta góðs af því að fólk var að sjá að það var meira og meira vinna, var meira og meira að verða rafræn. Við erum ekki samskiptakerfi eins og Zoom eða Slack sem hafa náttúrulega risið, eða Teams sem hafa náttúrulega risið svakalega á þessum tíma. En við erum svona í næstu kategóri fyrir neðan, í svona tólum sem hjálpa venjulegu fólki, venjulegu skrifstofufólki að vinna vinnuna sína. Þetta var útkoman þarna og það sem við áttuðum okkur strax á og svona setti gerði okkur pínulítið nervös, var að við áttuðum okkur því að við þurftum að gera ráð fyrir miklu breiðari hópi af mögulegum útkomum úr þessu ferli. Þannig að í staðinn fyrir að ætla bara að fara og sækja eins og við ætluðum okkur í upphafi ársins, við ætluðum að sækja $8 milljón í það sem við værum að gera, þá ræddum við miklu breiðari hóp af fjárfestum, miklu breiðari mögulegar útkomur. Alveg frá því sem var þar og niður í bara það að fá kannski $2,5 milljón frá fjárfestum til þess að halda þáverandi stærð á fyrirtækinu gangandi inn í árið 2022. Við áttum í rauninni aldrei, við vorum aldrei nálægt, við áttum alltaf pening þangað til mitt næsta ár, mitt ár 2021, þannig að við vorum ekkert í einhverju svaka stressi, en við ákveðum svona nálgast þetta miklu breiðar. Tölum við fullt af fjárfestum þannig í mars, apríl, og síðan í fyrstu vikunni í maí þá hittum við þennan sjóð sem heitir NEA. Þar small eitthvað alveg á fyrsta fundi og kannski það sem réð mest þetta er að partnerinn, meðeigendurnir í sjóðunum í rauninni alltaf þeir sem taka ákvarðanina og sá sem að við hittum fyrst er fjárfestir sem fjárfesti fyrir 17 árum síðan í svipuðu fyrirtæki, lagði þá $5 milljón inn í fyrirtæki sem heitir Tableau sem enginn þekkti og það var selt í fyrra til Salesforce fyrir $17 billjón. Þannig að hann hafði séð þarna ágætlegs rússíbana sem að hann svona matchaði svolítið á móti því sem við vorum að gera. Því að Tableau snemma var í rauninni að tala mjög svipaða hluti og við erum að tala bara í allt öðru tækniumhverfi og árferði. 16. júní skrifum við undir samning og þannig að þetta tók ekki nema 6 vikur að klára fjármögnunarferlið. Og síðan tók 2 mánuði eftir það að klára lagalegu hliðina í þessu og þannig erum við að skála fyrir þessu. Þetta er eftirmiddag hjá okkur og klukkan 7 morgun hjá þeim og ég held að það hafi nú aðalega bara verið með einhverja grænmetisshaka í glösunum sínum. En þetta var kláraðist núna miðjan ágúst og erum bara á nokkuð góðum stað núna, sjáum 3 ár fram í tímann, munum vaxa töluvert mikið og það sem gerðist einmitt í COVID-inu var áhugavert að startup eins og okkar fór úr því að verða kannski einn af áhættu mestu vinnustöðum landsins í það að verða einn af þeim áhættu minnstu því að við sjáum sennilega lengra fram í tímann heldur en næstu því hvert einasta annað fyrirtæki á landinu. Ég ætla bara að fara örstutt yfir 3 lexíur sem ég tók með mér úr þessu og þær eru kannski ekkert sérstaklega stórfenglegar en það var þessi fyrsta var bara að óvissa kalla náttúrulega alltaf á aðlögun og það margir búin að vera að tala þetta
En það kannski að einhverju leyti, það skiptir mestu máli að draga bara úr stressinu. Það að segja draga úr að tala fólki í gegnum þetta verður allt í lagi, við finnum út úr þessu og nálgast þetta bara af yfirvegun og rólegheitum. Frekar heldur en að fara í einhverja panik og gera hlutina allt of snemma og ef maður með það sem ég trúi svo rosalega sterkt á, ef maður með vel samstilltan hóp þá er hægt að fara í gegnum alls konar breytingar og gera allt. Á endanum snýst þetta allt fólkið og hversu vel það tjúnað saman, miklu frekar heldur en einhverjar tæknilega lausnir eða hvað nákvæmlega verið að fást við. Annað sem ég tek með mér úr þessu að við kláruðum þarna þetta fjármögnunarferli án þess að hafa nokkuð tímann hitt fólkið sem endaði á að vinna með okkur augliti til auglitis. Það var í fyrsta sinn sem þau hafa gert þetta líka og þau voru að læra fullt á sama tíma og eiginlega allir sjóðirnir sem við vorum að tala við. Suma þeirra hafði ég hitt en aðrir voru að reyna svona hluti eins og fáum okkur að borða saman, þeir í San Francisco, eða þau í San Francisco, 7 tímabeltum frá okkur og við á skrifstofunni og einhvern veginn að reyna að búa til eitthvað kaffispjall eða eitthvað svoleiðis sem var ekkert sérstaklega frábært. Og einn sjóður sem við fórum nokkuð langt með sagði á endanum bara, við getum bara ekki gert þetta nema við náum að hitta, við bara getum ekki byggt upp traust nema að ná að hitta fólk, það ekki þannig sem að ég, eins og sú sagði sem leiddi það, vinnur. Og síðan í þriðja lagi, þó ég trúi, eins og ég sagði þannig, ég trúi ekki á fjarvinnu, þá trúi ég samt að staðsetning í heiminum skipti sífellt minna máli fyrir það sem fólk að gera. Og það var búið að vera trendur núna síðustu 5 árin eða svo, að bandaríski sjóðir eru miklu meira að horfa til Evrópu eftir tækifærum. En svo bara gerðist það yfir nótt að það skipti orðið ekkert máli hvort að fyrirtæki var í San Francisco eða í annarri heimsálfu. Þú varst hvort sem að hitta fólk yfir Zoom, þú varst hvort sem að eiga sömu samtölun og svo framvegis. Og við erum að sjá í rauninni tiltölulega mikla, ég veit ekki hvort holskefla rétt orð, það hljómar pínlega neikvætt. Við erum að sjá bara miklu dreifðari athygli í þessum fjárfestingageira, þar sem fólk til í að fjárfesta út allan heim, en ekki eins og það hefur verið, þó það hefur verið að minnka, í svona helstu höbbunum eins og San Francisco og austurströnd Bandaríkjanna, London, Berlín, sem hafa svona verið kannski helstu staðirnir. Þannig að þetta er mitt takeaway. Erum við með einhverjar spurningar? Takk hérlega fyrir. Já, ég held að eins og segir, þetta ekki allt bara gott svona í bland, fjár og heima á staðnum og bara það ekki ákveðin aðlögun að finna hvenær þetta nýta hvað? Algjörlega, sko það sem að það hafa verið búin til, sérstaklega í tæknigeiranum, ágætt fyrirtæki, bara býsna góð fyrirtæki sem allavega náð miklum árangri á svona helstu mælikvörðum sem maður setur á árangur fyrirtækja sem hafa verið algjörlega dreifð. Það sem að starfsfólki hefur jafnvel aldrei hist. Mörg þeirra reyndar gera það, reyna að gera það þannig að allir ná að hittast einu sinni á ári eða teiminn ná að hittast öðru hverju eða eitthvað svoleiðis. Og það sem náttúrulega gerist þá að þú hefur öllum talentpool heimsins að velja. Á móti þá þarftu að venja það að vinna allt öðruvísi og mörg þessara fyrirtækja, samkvæmt svona tölfræði sem ég hef séð, eru þannig að starfsmannaveltan hjá þeim miklu hærri heldur en hjá öðrum góðum fyrirtækjum. Vegna þess að það tekur bara svo langan tíma að finna fólkið sem finnur sig í þessum takti, að einhvern veginn fara aldrei á skrifstofu, hitta samstarfsfólki aldrei augliti til auglitis, vinna kannski verkefni sem eru tiltölulega vel skilgreind af einhverjum öðrum frekar en að taka þátt í svona kreatífu vinnunni kringum að búa það til. Já, og svo náttúrulega ef þú ert farin að horfa á talentpúli globally þá ertu líka farin að horfa á gríðarlegan kúltúrmun oft sem að getur nú verið heldur betur áskorun. Það eru 2 spurningar til þín. Steinunn spyr, telurðu að leikreglur í hagkerfi heimsins muni breytast eins og margir leiðandi hagfræðingar eru að ýta á eftir? Þetta er stór spurning. Já, sko, þú veist, ég held við séum náttúrulega að læra fullt. Þú veist, ég held að sko það sem að svona ástand gerir er að það sýnir okkur náttúrulega að það eru aðra leiðir. Við erum alltaf, hjólförin er alltaf svolítið djúp og það er alltaf svolítið erfitt að fara upp úr þeim og nú einhvern veginn fór bíllinn upp úr hjólförunum og við einhvern veginn að fatta að það er hægt að gera meira heldur en bara að vera þar. Hins vegar leita hlutirnir náttúrulega alltaf aftur í sama farið, þú veist, það er bara það sem gerist eiginlega alltaf að heimurinn er miklu fljótar að fara í sama farið aftur heldur en við höldum. Bara fyrir 12 árum í hruninu þá héldum við að allt myndi breytast en það breytist í rauninni kannski miklu minna heldur en bara nokkur hélt. Þannig að þess vegna held ég að þessi tækifæri til þess að taka hlutina sem okkur líkar og halda í þá og reyna að láta þá ekki fara í hjólförin en síðan held ég að við getum nánast gengið út frá því að það sem er ekki tekið þannig tökum fer bara á sama stað
og áður með kannski einhverjum smá frávikum. Vonum að við höldum góðu hlutunum. Já, ég held að við þurfum að vera, ég held að við þurfum hreinlega að gera það meðvitað. Já, nákvæmlega. Jón Gunnar segir til hamingju, hvað er einkennandi eða orsakirnar fyrir því að það small allt saman? Aha, sko, ég held að ég rek það klárlega til þess að hversu vel við náðum persónulega saman við fólki sem var að leiða þetta og við náðum að gera það yfir Zoom. Ég hugsa að og það er kannski stórlega síðan. Það er miklu auðveldara að byggja persónulega tengingar við fólk þegar maður nær að hitta þau örlítið til örlítis. Og í svona sprotafyrirtæki eins og okkar sem snemma í ferlinu og í rauninni þetta gengur rosalega mikið út að fjárfesta í fólki og þeirri trú sem þú hefur á fólki til þess að uppfylla einhverja sýn sem það hefur, að þá snýst þetta svo mikið um þetta traust og þessi persónulega tengingu. Þannig að ég regla bara algjörlega í það að hafa náð að byggja þessi tengsl og hafa náð að gera það yfir Zoom sem að stafar að miklu leyti að því að við einfaldlega bara áttum rosalega margt sameiginlegt til að byrja með. Við höfðum mjög sameiginlegan þekkingar bakgrunn og náðum svona einhvern veginn smullum saman á því leveli. Þannig að það þurfti ekki eins mikið af öllu hinu til þess að komast á þann stað. Nákvæmlega. Ég sé að fólk náttúrulega kíkir bara endilega á þetta á netinu. Við erum komin 3 mínútur yfir tíma, en það er greinilegt að það er eitt og annað sem fólk tekur úr erindinu, Hjálmar. Við þökkum þér kærlega fyrir. Takk fyrir mig. Og enn og aftur til hamingju með þennan stóra áfanga. Takk. Það verður spennandi að fylgjast með framtíðinni.